Þetta hérna yfirlitssýning síðastliðin 15 árum. Það sem ég hef valið svona bæði verk sem hef farið í framleiðslu og svo önnur sem hafa verið meira til sýningar, meira svona rá. Og spinna þau saman í ólíka heima. Þannig að einn heimurinn kannski meira náttúrulegur heimur, annar meira framleiðsluvann heimur, svona steriliserar, og svo kannski þriðji svona prótótýpur í flækju. Og svo hef líka verið að gera svona eins og teppi og ýmislegt sem meira kannski svolítið grafík. Og þar af leiðandi, já, þannig að þetta svona blandað að vera prótótýpur og list og vera framleiðsluvara. Að byrja hugmyndin að vera svolítið svona súrrealistisk og náttúruleg, og svo oft getur hún breyst í það að verða meira svona hreinsuð og framleiðsluvæn. Þannig að kannski efnið tekið út og sett nýtt efni inn, til dæmis í stólum. 50, það hétta Woolly fyrst og var með ull og svona meira vafið svolítið svona klikkað handgerð ull, og svo þegar það fer í framleiðslu þá fer það út í það að vera meira efni sem hægt að framleiða og hafa þolið sól og ljós. Efniviðurinn getur verið mjög misjafn. Til dæmis ef maður að gera innstillingu, þá getur maður farið og gransast eftir nýju efni eða gömlu efni og nota það á nýjan máta. Og til dæmis eins og fiskilamparnar okkar Fanner, þá langaði okkur að gera eitthvað með fisk og eitthvað með fjöðrum. Og þannig að við gerðum sem sagt hangandi hálfgerða skreið og sand á gólfi og fjaðrir á gólfinu, og fuglinn hann var floginn í burtu. Það var komið haust og fiskurinn stóð einn eftir. 14 fiskar, þetta var fyrir 13 ára síðan, og hann þykir ennþá svolítið vinsæll, þessi fiskur. Annað getur verið önnur innstilling, til dæmis púpu innstilling sem ég gerði 2004, þá var ég eins og ég er með hér, sem var vafið allt í ullarþræði, það var svona flækjur. Og úr púpunum, 5 púpum kom músík, hljóð hverju púpu, eitt svona instrument. Og þær voru allar gerðar með járngrind, en svo var ég
vefja alls konar efni inn í þessar púpur. Sumar voru náttúrulegar, aðra voru ónáttúrulegt efni, svona plast og svoleiðis, og annað var kannski skinn eða ull og einn kannski úr keðjum og hjólaslöngum. Og svo þessi flækja, í endan á flækjunu eða herbyggi, þá var selur sem fór í hringi með gasgrímu og var uppstoppaður og hann var nýfæddur út úr einni púpunni. Af því það við erum að blanda öllum þessum efni við saman og svo endar þetta allt í sjónum og fiskarnir komu upp með gasgrímur. Og ég var náttúrulega óléttur í að gera þessa sýningu, þannig að þetta var mjög mikil fæðing. Körfunnar sitt sem í framleiðslu hjá Norelvi. Byrjuðum með því að það var afmælissýning hjá SE sem ég meðlimur í, Sneiðgarins eftirársútstilling, heitir það á dönsku. Þá erum við svona nokkrir meðlimir sem gerum alltaf nýja hluta hverju ári og það er alltaf eitthvað þema. Og þemað að þessu sinni fyrir 3 árum síðan var 30 ára afmæli SE. Þannig við áttum að gera afmælisgjöf. Og mín hugmynd var að gera körfu fyrir einhvern sem er 30 og er að fara á Roskilde Festival og setur bjórið sinni í körfuna, fer á festival, sest svo á körfuna því að handfangið, þetta sita á körfunni og handfangið er notað fyrir bakið. En þú getur sitið sérst á Roskilde Festival og geymt bjór í körfunni og sitið á henni og skemmt þér. Eða þá fer með ömmuðina í piknik og hún getur ekki sest í grassið. Þannig að hún fær að sitja á körfu í staðinn, piknikkörfunni. Saumavörurnar eru náttúrulega síðan 1996 fyrsta hugmynd. Eins og þessi vasar. Það var svona vara sem var hugsuð sem listræn vara, blásið gler í járn út af eldgosi í Vatnajökli árið 1996. Þá komu mynduð sprungur og svo ós bara allt út, það urðu svona ísjakar sem ultu niður fjallið og sprungunar, út úr sprungunum kom vatn og eldgos og þannig að þessi vasar voru svona meira glerið-springur út úr járninu og ég hafði ekki hugsað að vera þetta framleiða en þeir voru svo framleiddir í 2 ár hjá Line Rosette. En núna er ég búin að gera það aftur, tók pásu frá þeim. Og það er alveg 11 ár síðan ég gerði þessa vasa síðast. Þegar ég átti svona járnforman við lét blása nokkra nýja vasa fyrir þessa sýningu. Teppin hérna sem ég er að sýna hérna er svona meira grafík. Og ég hef líka verið að gera smá grafík, svona mest logo. Og þau eru svolítið, hugmyndin er frá þessu 8-blaða rós og gömlu munstrum og ég gerði mörg munstur sem voru svo bara valin 2 í þessi teppi fyrir Line Rosette sem ég hef verið að vinna með síðan 2003 og gert lampa og vasa fyrir þá og nokkra lampa og chopsticks, mataprjóna og húsgögn, stóla. Og hef gert þetta í 4. teppin. Ég hef gert
gerði áður fyrir nokkrum árum gerði ég röndótteppi sem var í framleiðslu þann. Og þetta er meira svona að leika með tvívít í staðinn fyrir þrívít. Og núna er ég líka til dæmis að þróa síðastliðnar vikur eða síðan ég kom hérna er ég að láta framleiða eða gera nýja hluti, vörur, kertastjaka og blaðahaldara sem er líka fyrir eldi við og borðstofuborð og lampa og innskotsborð. Þetta er eiginlega allt í gerjun núna og verður tilbúið korter fyrir sýningu.